Já. Geggjað. Ég Erum við komin í beina útsendingu? Já, sjálfsögðu. Leið og fórum beina útsendingu þá hljófst í burtu. Eins og þeir einu með lagið. Öflugt. We're live, eða hvað? Já, við erum live. Já, kæri bardaga átöðandi. Það er 15 lóta sem hilsar á fallegum sumardegi. Það er, drekk hlaðin þáttu framundan, þó að menn séu kannski misvel undirbúnir og hressir. En það var að sjálfsögðu Íslandsmeistaramótið í Nógi helgina. Haldið í annað skipti hjá BJJ sambandi Íslands. Svo UFC næstu helgi. Þar maður Macy Barber mætir Erin Blanchfield. Og það sem kannski merkilegra af þessu öllu saman að Kolbeinn Kristins mætir Mike Lennis. Langmerkilegast. Langmerkilegast. Fyrir utan alltaf bronsið þitt, sko. Það it's up there, sko. Fyrir utan bronsið mitt, sko. Ég gleymdi að koma með medalíuna hérna. Hún er heima hér. Hliðin á hvítur leikmedalíunni. Já. Sem ekki hér. Henni hefur verið pakkað niður, sko. Nei. Hún í gluggunum. Já. Þannig að bronsið mitt vissulega uppur líka. Hliðin á Kolla. Já. Algjörlega. Já, 18-0 hans Kolla sem að verði bráðum og bronsmedalíun mín á Ísló. Svona same but different. Þú mættir ekki á Ísló, Piki? Það var bara brjálækir í hundunum maður. Ég haf með 3 íslenska fjárhunda í pörsun og þeir voru bara gjössanlega að gera allt bilað, sko, þannig að ég komst ekki. Nei, mér líður svona eins og Who let the dogs out svona hver stal kökun úr krúsinni í gær spurning fyrir þig. Það alltaf svona, Biggie, who let the dogs out? Gaman að þessu. Ef við að byrja á Íslandsmeistaramótinu í Nógi. Já, segðu mig frá þessu. Ég ætla að segja frá þessu eftir skamsnindi. Ég er búin að flétta upp smoothcom. Ég byrjaði náttúrulega bara á því að tapa minni fyrstu glímu, sko. Já. Sem var ef ég var hreinskilin fyrir rekasveikandi, sko. Ok. Herri, maður sjá. Fyrir myndina kallar mínus 83 kíló wet. Herri, ég byrjaði persónulega á að berjast við ungan mjölnistring, Ísak Patrik Vexler. Ok. Sko, ég var búin að vera mjög lítill í mér, sko, varandi, sko, að vera frekar léttur í mínus 83. En ég viktaði, sko, 78 kíló í öllum fötunum með síman í vasanum og eitthvað. Okay. Þannig ég var svona svolítið lítill í mér yfir þessu, sko. Og pínu stressaður. Mætti svo þessum Ísaki og gæri bara ógeðslega vel byggður, bara hávaxinn, svona þétt massaður og ég bara, come on. Svo bara þegar lotan byrjaði og hann greip í mig, það var shit hvað þessi gæði sterkur. Hann vann mig 4-0 á stigum. Ég var svona seinni í gang. Virkilega vel gert í honum. Ísak endaði að vinna flokkinn. Okay. Þannig að bara til hamingju með það, vel gert. Ég að minni bömmir eftir það að hafa tapað fyrst að hann vann. Já, einmitt. Það er eitthvað svona furðulegt safrabót í því, sko. Nei, það er ekkert furðulegt það, maður skilur það. Já, nákvæmlega. En ég hann vann mig á 2 takedowns. Sem er óþolandi. Þegar maður svona bjögga gameplanið. Taka það niður, hleypa þeim upp og taka það aftur niður. Nákvæmlega, og ég var bara, ég trú ekki að ég falli fyrir þessu. Okay. Það var maður svona, það var svona frekar svekkjandi, en hann tók mig niður og hann, sko, ég er ekki að djóka, hann skaut undir, fór í svona double-leg og bara svona lyfti mér upp, sko. Það var ekki bara hann að lyfti mér upp. Hann lyfti mér upp eins og ég væri 5 ára. Bara rakdollarið. Já, bara, þú veist, það bara lyfti mér upp í fangið og ég ætla bara svona var við hendinni, svona vinstra megin, svona í svona, eins og maður var að setja upp gíutín, sko. Og ég var bara, mér líður eins og ég sé svona 15 kíló í hundunum á sem gæða, sko. Svo bara skellta mig niður og ég er svo ógeðslega réttandur að ég bara gat einhvern veginn ekki átta mig á því hvernig ég myndi gíutínan á vinstri hliðinni. Svo bara eitthvað losaði hann af mér og eitthvað og hann stóð upp og ég bara eins og hálfviti stóð upp líka, skilur. Svo bara nákvæmlega sama og ég bara, hvað er að gera það? En hann gerði það alveg 3 svar, sko. Eftir að hyggja, hefur bara átt að bjóða honum að koma á þig. Bara lay on top me and meet your doom. Já, 100%. Ég bara af hverju að standa upp og láta hann taka mig niður aftur, sko. Gefið að mér leið bara rosalega vel með hann ofan á. Þannig að ég vildi eitthvað. That's what she said. Damn. Þannig að það var svekkjandi. Svo mætti ég gott sem, sko, ég er ekki búin að. Þetta er bara nonni-sjó hérna. Þetta er nonni-sjó. Það er bara hvítbeltingaflokkurinn sem skiptir máli. Það er eina skiptir máli. Herru, Einar Már Sonniusson, hann var, held ég bara, segjum líka, held ég, VPC-strákur, held ég.
Já, Jú, frá FBC. ok. Hann var bara flottur. Endaði í Mounted Guillotine hjá mér. Og svo var það mjög sterkur strákur Júlíus Rúnarsson. Ég held hann sé frá Akranesi. Ekkert eðlilega hraustur og efnilegur strákur. Bara greinilega búinn að æfa mun styttra en ég. Endaði líka í Mounted Guillotine. Og svo Kristinn Godfrey frá Mjölni held ég potið. Eða, já, frá Mjölni. Endaði í Real Naked Joke. Ok, nice. Greiði strákanir. Og bronsið í hús. Já, geggjað. Það var gaman sko. En ég segja sko, þetta var lögðna, en ég too old for this shit sko. Langar mig alltaf að segja sko, ég 34, þó þröstur sé, 40 eitthvað, whatever man. En ég sko bara búin að vera sofandi eftir þetta mót. Ég bara aldrei verið jafn strektur í öllum líkamannum. Og bara, leiði klára að vinna, það bara, hvað ætla ég að gera? Ég ætla bara heim að sofa. Þannig að ég sko, þetta var lögdaginn, ég hef sjaldan spáð jafn lítið í UFC-kaflanum í sem þetta, af því ég bara búin að vera bara fucking sovandi. Það líka voru lítill að spá yfir hann á þessu þunna Apex-karti, sko. Já. Þetta eitt af þessum svona körtum sem ætti ekki að vera til, fattur þið. Þetta Apex ætti að vera löngu horfið, svona kört bara ætti ekki að vera þeng, sko. Nei. En þetta er svona sannkallað Apex-kart. Já, einmitt. Það bara, eitthvað 13 karti? Nei. Reyndar þarna Gamrot, Ludwig Kain, það er svona, gæti verið ágætis fight, sko, en það er main eventið, sko. Það er main eventið. Svo náttúrulega, main eventið er alveg bara fínt stöðucheck hérna á topnum í þeirri deild en þetta er ekki bara það sem að vera 5 lótur sko. Nei. Það var mesta óþarri sem ég veit þess að 2 lótur hérna í lokinu sko. Já, því þetta væri aldrei main event í neinu arína sko. Nei, algjörlega. En við þurfum að gera upp hérna Nogi mótið. Áður við þurfum að rakka niður yfir sig. Þannig að hold your horses big. Sko það kannski aðeins yfir kvennaflokkin sko. Pínulega eðalt að sjá þetta ekki nógu vel á smoothcomp sko. En Ertu ekki með aðgang eða? Aðgang á smoothcomp? Já. Jú, það er bara aðlítistálkurinn er lokaðir og eitthvað. Já, ok. En í kvennaflokki þá er það hún Kolka. Já. Hjaltóttir við FBC sem að vinnur þann flokk. Og mínus 70 flokkin kvenna, þannig að hún fer heim með 2 gull. Mér svona grunar að smoothcompið hennar bilað að það sendur hún sér blábeltingur. Kolka er í mínum bókum ekki blábeltingur. Ekki? Eða svona er örugglega blábeltingur því Daði segir það skilur. En ég er svona, hey, come on. Það er besti blábeltingur á landinu. Þannig að hún og dóttir hennar eru báðar Íslandsmeistarar. Já, nefnilega, hún Dalrós. Já. Það ekki. Þannig að svona fyrir þá sem vilja krúta yfir sig þá er það Dalrós krút með krútface sem tók gullið í 67 ára mínus 25 kíló og það er sko ég krútaði yfir mig þegar ég las þetta sko í kartaflokknum þá er það dólgurinn sjálfur Stefán Fannar sem að vann opnaflokkin og mínus 83 kíló brúnt svart og það er bara einhverjir lappalásar eða? Ég veit ekki, hann er alltaf agaleg fótaperri sko. En hann segir að Halldóra í úrslitum. Halldóra tók sinn flokk samt og ekki? Nú er ég bara ekki alveg viss. Ég held að hann hafi tapað fyrir Hróa. Allan eitthvað Halldór sem tapaði fyrir Hróa. Það er bara að skoða það veitur. Að ég tók alltaf eftir því að það voru 2 Halldórar á svæðinu. En ég veit ekki alveg hvað gerist með þetta disqualification. Ég ætti eftir að hvort að Halldór hafi kannski bara, ég veit ekki, þetta kirkjan eða eitthvað, kýtlaðin í pungin eða eitthvað, slammaðan. Ég bara veit ekki hvað má ekki í þessum opnum flokki. Oil check. Oil checka hann vel, sko. En það var tjóðsins dólgur í Stefán Fannar, sko. Það er sko, á mér fyndið, Stefán Fannar var sko að coacha Ísak, sem ég tapaði fyrir, sem var óþólandi. Ég var aldrei, ég var eitthvað að reyna að setja upp eitthvað svona Frank Mir úr, bottom, úr Fúlgard. Og Stefán Fannar er bara, lest hann alltaf bara eins og opnum bókskilu og bara passaði hann á þessu. Og mér langaði svo að snúa við bara, Stefán, þegið, ekki maður hægt að skipta þér Svo kom hann bara upp á hann tipið sko, svo fór hann að gera grín á hárunum mínu fyrir að vera illa rakað og vann svo 2 gull. Er það svona move hjá þér að vera með svona svolítið brotta og íta hausnum undan þér? Já, jú, ég kalli þetta brottgöldurinn. En hvað er Frank Mir, segirðu? Það er bara, þú veist, það er svona, ég myndi segja þetta að vera olból á sig. Einhvers konar amerikana?
Já, nei, jú, Svona, kannski svona upside down amerikana. Frank Mir Frank Mir, já, ég veit ekki hvað ég vil ég lýsa. þarf að læra þetta. Já, þetta svona, ef þú ert í full guard og tekur djúpan overhook til að halda afsökuninni niðri, skilur, þá getur þú svona, þegar hann að losa sig úr overhooknum, og getur þú svona gripið í kringum, skilur, olbóðspótina og svona uppercuttað upp í loftið og þá svona snýst upp á hendur. Já, það er ekki bara, Kimura? Nei. Viltu segja fleiri, svona alls konar orð upp í loftið og Nei, takk. sjá hvað eitthvað lendir? Dref mig í hlið. Nei. Herru, rennum aðeins yfir það. Í Kartal Hvítir, 65 kg, Björn Magnússon frá Mjölni, sem tekur gullið. Vinn minn, hann flottur. Þekkirðu Bjössa Magg? Já, hann var helviti gott gillotín hjá honum. Sá vídeo hann á Instagram. Hann er ekki búin að æfa lengi. Ok. Hvernig tekist þið? Bara eitthvað í gegnum eitthvað. Hann er graffari og rappari. Og ég var að segja eiturlif. Nei, graff og rapp og eitthvað. Já, 30 ára gamall maður. Hann var líka nettur hann mætti bara í væfbítir. Tók gullið. Með það svolítið nett. Já, betur, stíll á honum. Er þetta gæðin sem var bara í svörtum gíbuxum? Það var svörtum gíbuxum og væfbítir með þess að algjör stíll á honum, sko. Herri, það, já. Og bara gott gillotín. Gaurinn hann svæfði eitt gaurinn og svona dómarinn fattaði ekki. Svo heyrðist bara, hei, er hann ekki sofnaður? Og þú veist, og bara, jú, hann var sofnaður. Já, það var einn gæði frá Mjölni sem sofnaði og einn sem fekk svona sem í flúakast. Já. Shit. Það var alveg rosalegt, sko. Vel gert, ég var til að glíma þennan Björn. Já. En já, vel gert, til hamingju með gullið, elsku Björn. En hann er þá með 4 sigra á snúðkomp. 50-50. Nice. Punktar og submissions. Já. Hann bara krúsaði í gegnum þennan flokk með 2 sigra, vel gert. Herru, svo var það Gísli Þórisson í mínus 70 kílóa hvítum. Hann tekur gullið, sigra væntanlega Sævar Elís. Berserkir BJJ, massa hvað berserkir eru þeir á Selfossi? Já, Selfossi. Nei, ekki? Jú, eru undir honum Pétur Blöndal, eða ekki? Egill Blöndal. Egill, já, einmitt, já, hann, nákvæmlega. Hver er Pétur Blöndal? Hljómar þess að eitthvað pólitíkus. Pétur Blöndal ykkur? Já, örgulega. Örgulega eitthvað frændans Egills. Já, það er svo Óttar Finnsson sem tekur mínus 76 kíló lightweight í hvítu karlar. Ísak Patrik Vexler, hann tekur milliviktina. Er það nýji erkióunni núna? Komið bíf við hann? Það var ekki nóg mikil dólgur í honum, sko. Okay. Ef hann hefði verið proper dólgur, sko, þá hefði ég þá hefði ég bífað meira við hann, sko. En þú ætlar að halda bífinu í gangandi við þröst og elta hann upp í blábelta mínus 76 blokki næst. Já. Jú, mögulega mínus 76, maður, shit. Ég hefði sem þá, ég raunin átt að keppa þar, skilur við. Já. En ég held að það hafi ekki verið með eitt, sko, mínus jú. Já, Óttar Finnsson, já, herrið, Óttar minn. Ég bara skipaði yfir. En Óttar Finnsson, mínus 76, hann er algjör múli. Þú nefndur hann, rétt á hann. Já, ég veit að ég bara rettstur ekki hjá mér hver það væri. Hann er nýr og efnilegur. Ok, ég reyka ekki maður. Já, ógeðslega góður, ógeðslega duglegur. Bara svona gæði sem bara mætir alltaf og þú veist, ég var svona aðeins að pakka honum áður en ég fór út í Thailand og eitthvað. Já. Svo detti ég í eitthvað rugl og eitthvað kem tilbaka og hann er bara blessa mér, ef ég taka glímu. Hann bara fucking pakka mér, sko. Óþólandi þegar svona ég kannast þetta. Einmitt, þegar eitthvað svona young studs, ennþá með hár og eitthvað. Þú veist, maður má ekki taka smá pásu frá dýnunni, þá taka það frá honum. Einmitt. Svo er Simone de Palca, tók silfrið, þetta gæði frá FBC. Já, Simon. Já. Þetta var hann fucking þykkur. Já, hann er komið blokkbeltið sér. Nei, hann er samanflokki við ég, sko. Já. Ég hefði komið hann ef ég hefði ekki trullað á mig á móti ekki. Þannig þetta er hann fucking þykkur. Ég bara, fucking nei. Gæðin thick as fuck. Herru, einhver Þorleifur Feykir frá Mjölni tekur medium heavy, 91 kíló og Sturlaugur Eyjólfsson tekur 100 kíló pluss í hvítu kalla. Ég verði alveg heil lengi að lesa þetta ef við förum inn í allan listan með það. Viltu? Já, förum í gegnum þetta. Já, lið fyrir lið maður. Hvað, við höfum ekkert betra að gera. Við höfum ekki að fara að tala um þetta UFC-kart, sko. Nei, herðu, en svo er ógeðslega áhugaverður flokkur. Blábeltingar mínus 76 kíló, kalla. Vítali Korsjak tekur gulli gegn Ernest Herasenko.
það er friendly fire, þetta er sem hefur samt verið örgulega svo hellu glíma, get ég ímyndað mér. Já, það verið hella, sko. Já, Vítalí náttúrulega bara aðeins betri í glímu heldur en Ernest. En sko, Gunni sem alltaf hann hýr og þau deyð þarna sko Þröstur. Hann í saman flokki og þeir tveir, þeir ykkur þriðasætið. Mér svo geði fyndið, það hafi verið Vítalí, Ernest og Þröstur. En sko, náttúrulega, Vítalí og Ernest náttúrulega bara stúduðu debutinu sínu á Kate Steele síðast þegar þeir kefti fyrir Reykjavík MMA. Bara Ernest með bara knockout of the century. Scary counterpunch, sko. Og þeir eru báðir alveg scary sharp, sko. Mér stila hálf fyndið að þeir séu blábeltingar. Já, allan af glíman sem að Vítalí sýndi þarna í sínum bardaga mót einhverjum ósigurðum gæja sem mátti vera svaka móli, bara gæjina engin svör. Engin svör, vann hverju einustu sekúnd af þeim bardaga. Þannig að þetta var alveg flokkur sem var alveg svona, alveg want to watch. Ég fílaði líka, ég sá einhver vídeo af Ernest, ég bara svo fíla bara árásagirnina í manninum. Hvað hann sér eitthvað og hann bara stekkur á það, þú veist. Þeir eru svo sjarp, þeir eru báðir svo ógeðslega sjarp. Og svona snöggir hreyfingum, bara þetta er fucking klikka, sko. Ógeðslega spennt fyrir þeim. Já, ég hlakkaði til að sjá þetta aftur. Ég hafði samband við BJ samband Íslands. Þeir sögðust eða eitthvað vídeo og þeir kæmu á næstu dögum. Skilum ekki alveg hvað þeir eru dilly-dallying. Ég kannast alveg við það alltaf að beða mannum einhver vídeo og maður alltaf, ég senda það, eitthvað. Minnum á það, ég þarf að senda vídeo á einn bardamann, sko. Já, beðin að handrykka. Já, það? Já, ég er búin að svíkina mann svo illa, ég bara gleymi það alltaf. Já, maður tala með Elmar Freyr, það ekki? Jú. Já, sorry Elmar maður, ég þarf að græða. Ég græða. Ég sótti hann á flugvellinum til að, sótti Elmar á flugvellinum til að hjálpa hann að svara við kolla. Hann myndist á þetta og var bara, gaur. Já, ég verða, þetta er illa gert, sko, bara stundum með svo mikið að gera, það er svona lítil verkefni þetta við fyrir, sko. En vonandi beðum við sambandið ekki að fara að púla ykkur bygga. Það verið glatað maður. Svo er það minn besti maður Þorkil Sigursson frá Reykjavík MMA tekur blábeltingaflokkinn í -84. Hvað þú eru komin í -83 sig og Emil Valencia í öðru sæti. Og Steinar Bergs í þriðja. Sko, þegar maður er komin í blábeltingaflokkin, þetta eru svo miklu fokkarar. Já, nefnitt. Ég nenni ekki að fá blábelti og þurfa ekki að fara hóma. Nefnitt, bara Vítalí og Já, bara hvort vil ég Vítalí og bróður hans, eða Steinar Bergs og Emil Van. Maður getur tekið hvoruðan. Það eru Karlablávar, -90 kíló, Rúnar Gretarsson, þekkir hann? Nei. Og Unnar Þorkilsson. Nei. Er það Vapsýringar, nei? Rúnar reyndar Reykjavík MMA maður og ég er bara hættur að þekka fólk, sko. Og Unnar frá Atlantic. Við þurfum að gera okkur ferð norður. Tjekka á þessu lið. Hitta á alla. Það er Purple Brown Black Karlar, -70 kíló, Viktor Gunnarsson. Okkar besti maður. Undirbúa sig fyrir pro debut, vandalega. Gott að næla sér eitt gull þarna bara easy. Vandalega. Ætli þetta hafi verið easy? Nei, þetta er aldrei easy. Þetta er aldrei easy. En hann tekur það á submissioni. Já, nice. Það er spurning hvaða. Sigil choke. Já, hann er með svo margt, sko. Hann er með svo margt í vopnbúrinu, sko. Ég var bara þegar eitthvað baseball chokeaði mig einhvern mann í fyrsta skipti og bara eitthvað svona í ykkur open mat glími eitthvað þar. Hann var bara eitthvað svona finna alla jokerinn í stokknum og henda mér smettið á mér. Bara að finna það sem hún var skemmtilegt, sko. -83 kíló, það er dólgurinn sjálfur Stefán Fannar sem tekur það. Hann segir að þið Andreas Blessners frá Danmarku eða BJ North. -91 kíló ennþá í fjólbláum, brúnum og svörtum. Það er Mikael Aklipen sem hann tekur gullið á móti Marek Gorshika sem er örugglega ekki rétt bórið fram hjá mér en örugglega ekki. Ekki ekki að mikið, hann er búin að vera eitthvað mittur og eitthvað gott að heyra hans í dottin í gang og sé ganga vel. Já, hann sé greinilega spenntur fyrir næsta bardaga í honum, sko. Já, ég vona að þetta þýði það að Mikki sé meðslalus. Hann á Hann talaði þetta, við getum alveg talað þetta, maður þorir aldrei eitthvað svona minnast okkur meðsli á fæturum, sko. En hann postaði þetta, þetta var fyrsta competition eftir hann lendi í einhver svona nerve damage, svona taugaskaði í öxlinni.
Þannig að þetta fyrsta móti, ég veit ekki hvort það fari að aðgera eitthvað, en þetta eitthvað svona fyrsta móti eftir þessi svaka meiðsli, sko. Já. Þannig að ég man alltaf bara að við fórum upp í Mjölni, vorum að horfa á Sparra, og maður sá bara gaurinn var bara einn agony eftir æfinguna. Já. Hún var svo innilega ill. Ég hugsaði bara svo, akkur enginn að stoppa þetta, þessi gaur bara að vera á sjúkrahúsi eitthvað, þú veist. Ég var að segja, horfði á Matthew Miller bara að vera að nutta hann leikur bara okkur boxbúða og Matthew Miller er að nutta hann, sko. Og ég bara, gaur, þetta er bara þetta er bara geðveitt illa út. Já, en ég þetta bara, þessi gaurar eru bara alltaf tough for their own good, sko. Mér var svo skrítið að það var bara enginn að stoppa þetta, okkur gaurinn að Sparra bara, þú veist. Hann var bara að vera í endurhæfingu. Þetta er grettan sem að fylgja því að vera bardagamaður. Já, sákilegt. Já. Herru, fjólublátt, brúnt, svart, mínus 100 kíló. Það var Hrói Trausti Hafstín Árnason sem að sigrar Halldór Inga Skúlason, sem ég held að sé nú ekki... Það er ekki Halldór Logi. Nei. Halldór Ingi er ekki Halldór Logi. Það er ekki Halldór Logi. Það var hreinu. Já. En ok, geggjað, Hrói þannig að flottur. Já, hann er svo fucking... Hann er svo, nefnilega, þú veist, hann líka, þú veist, hann fer einu sinni í viku og tekur júdóæfingu í einhverju júdófélagi, þú veist, hann tjekkar í öll þessi box, sko. Já. Þannig að ég, þú veist, og ég held að það hafi verið, þú veist, áður en hann fekk fjólublátt og var það í blábeltingaflokki. Nei, býtu, ég er ruglunum við Jonna. En þau báðir, það er gott dæmi samt, þau báðir með svo góð takedown, sko. Og þú veist, það sést alveg að hann er að, þú veist, júdóið hans er að koma, en hann kannski er ekki að nýta það jafnvel í nógíinu, sko. Nei. Ég man að ég sá hann einhvern tímann í gíinu, árlega Íslandsmeistaramóti í gí, sko. Þá var maður bara eitthvað, þú veist, hann tók þess að gauðra svo auðvitað niður, sko. Já. Hann er líka bara, sko, byggingin á þessum gæja, sko. Hann kom í podcastið og sagði bara, já, mér er svo gott að vera hraustur. Og bara, sko, hraustur doesn't do it justice. Já, einmitt. Það bara, hann er ekki eðlulegur rammi á þessum gauður, sko. Herru, en það eru allir strákandir fyrir utan náttúrulega Stefán Fannar í opnarflokknum. Ég væri ekki svona bitur út í Stefán Fannar en hann hefði ekki gert grín á hárunum mínu og coachað í glíminu sem ég tapaði. Litli dólgurinn, maður. Hver er horninu þínu? Bara Bjarki, eða? Ég slokkuð þessu upp á millinu. Ég var með Bjarka, líka með Magga og var líka með Sigurgeir og eitthvað. Þannig að já, sem var gaman. Herru, kíma svo konar, hvítar konur. Mínus 60 kíló, Guðný Eva Eiríksdóttir tekur gullið frá Mjölni. Hún sigraði Sigriði Lind Ólafsdóttur. Svo var það mínus 70 kíló, Veronika Skavinska frá VFBC. Sigraði Vigdísi Helgadóttur líka frá VFBC. Þekkir þess að dömur eitthvað? Nei, nefnilega ekki, sko. Ég er svo langt sérn ég hef verið að æfa að glíma og það er fullt af einhverjum nýjum stelpum með mitt byrjaðar, sko. Já, ok. Það var skipt gym með það? Ég held það. Joke. Herru, 75 kíló, sko, smúðu hvað byrjum fyndi, sko, konur white, 75 kíló, það heitir í svega heavy plus. Gætlega þetta fyrir þær. Gæt svo átt að með síðan þú ætlar að opna smúðkamp og bara guð! Af hverju, sko, það er, sko, þetta fyrir middleweight, sko, bara yfir í bara herrið, þú veist, heavy plus. Það er Nanna Ómarsdóttir, þú ert ekkert heavy plus, þú ert bara gullið. Og Lana Sif Harley tekur líka frá Mjölni, tekur silfrið. Blábeltingakonunnar, mínus 55, Salka Sól Hannibalsdóttir, sigraði Höllu Björg Ólafsdóttir. Er það kærasta Arons? Salka Sól Hannibal? Já. Ég kannast þetta nafn, sko. Já, ég held ekki. Ekki, nei. Ég held ekki, ég bara, þú veist, ég þóri ekki, sko, hún heitir samt Salka, eða ekki? Þá er þetta búið hún. Hann var að segja hún var algjör killer og bara hún var að fara að keppa Emma og... Jú, anskoðin hafa það, kannski þetta sé bara frá Mjölni, jú, segjum það bara. Ég fara á Instagram og reyna að digga. Já, þú verður að fara, hérna... Ég þarf ekki afsökun til að fara á Instagram eitthvað killer. Já, jú, einmitt. Ég myndi samt ekki segja Arons það, þetta er kærastan hans. Nei, pössum okkur í því. Já, það er svona hérna Instagram að kærastan hans. En mér minnir það að kærastan hans heitir Salka. Já. Einmitt. Já. Það lítur að vera rétt hjá ykkur. Það lítur að vera rétt. Herru, konur 70 kíló, það er að Kolka,
sem að vinnur Sigurdísi. Já, einmitt, Friendly Fire þar. Já, Friendly Fire, en ég held að það sigri báðar Heklu Halldórsdóttir frá Reykjavík Emma, sem að hérna ekki með mikla keppnisreynslu, en svona að koma sér fyrir. Það hefur verið erfitt mót hjá henni Heklu. Já, voru það bara 3 í flokknum, eða? Já, ég held að bótið. Ég var að skoða það á hann. Það er erfitt að vera eitthvað svona, já, ég bara að keppa mikið, ég ætla bara að kíka hérna í blábeltingflokkinu, svo bara kolka á sig. Svo bara þessir killir að Já, bara, þú veist, þetta eru næstu þessi sjómenn, skilur við, það eru svo ógeðslega vel sjóaðar í þessu, sko. Já, einmitt. Það heavy plus flokkurinn í blábelting, ég mun ekki jafna með það á þessu, sko. En það var Arna Diljá Guðmundsdóttir frá Berserkjum sem að sigraði Heklu Dögg Ásmundsdóttir frá Berserkjum líka. Bara til hamingju með það. Arna veit ekki hver verst, en það eru nokkra stelpur þarna á sjálfsögðu. Já, greinilega. Við þurfum að kíkja þangað líka. En það er gaman að eiga svona, þetta er svona mystery women. Já. En það er bara gott og bless. Það mega alveg, suma konum mega vera mystery. Svo er ein hérna sem er svona, fyrir mér svona new kid on the block. Lily Raksh. R-A-C-Z. Hvernig myndir við byrja það fram? Rax, ok. frá Ungverjalandi. Ok. Ég vil bæta ykkur hreim inn í þetta. En hérna frá Mjölni, þú veist að sigrað Kristínu Marsibil. Já, ok, það er alveg. Það er pedigree, sko. Af því að Kristína Marsibil er ekkert lamb að leika sig við. Nei. Hún er bara þvert á móti, sko. Hún er bara djöfis fokker, sko. Þannig maður svona... Já, var hún ekki einmitt gull í fyrra? Jú, hún rakaði bara öllu í fyrra. Völdu hann ekki sem glímukonu ársins? Jú, hvort það sé ekki? Með það. Gilli hafi verið nýliði ársins og Kristína Marsibil hafi bara verið glímukonu ársins. Það ekki? Allan sterkur kontender. En hún var alveg bara á rakarni inn 8 flokkum og mínus 65 kílóflokknum og eitthvað. Bara virkilega góð. En núna er komin einhver ný dama hann. Ég held hún sé að keppa sitt fyrsta mót á Íslandi, sko. Ég held að við höfum tekið fram fyrir hendur hlustenda í kosningunni og valið Önnu Sofíu yfir Kristínu Marsibil. Já, það ekki? Það geti verið. Ég held að hún hafi fengið hlustendaverðin. Hlustendaverðin? Það ekki? Já. Til leitaði að þessi hausnum mínum. Ég var alveg bara svona... það var bara svona hjóla snúa sinna og svo bara... Kling. Já, og Peran var svona með. Alltaf. En sko, ef við skoðum sko smooth kombeið hjá henni... Nei, herri, ég er að djóka. Þetta er ekki fyrsta mót henni Lily. Hún hefur alveg keppt, Grettismótið 2019, Jólamót Reykjavík með maður, hún byrjaði þar sko. Þannig að við erum talað bara, hún er með ógeðslega mikla keppnisreynslu. Við erum talað hún er með 7 blaðsynina smoothkomb. Þannig að hérna... Þú bara eitthvað, fyrsta mótið hennar. Já, þetta er fyrst sem ég sé hana, skilur. En það er hún búin að vera greinilega eitthvað úti, Slovak Champions in ADCC. Hún er bara greinilega ógeðslega virku keppandi. Shit. Það er bara, there's killer on the loose. En leiðilegt þegar maður segir einhverju svona vitleysu. En þetta er allan hérna mjög, hún er allan mjög spennandi. Hún er allan svona, fyrir mér, aðeins svona dottinn á kortið. Já. Þannig að hérna, ég nenni eiginlega ekki að fara yfir krakkana. Nei. Þannig að það er bara glæsilegt. Það er nóg að taka fram að hún, Dalrós Eiðsdóttir, hafi tekið gullið. Já, geggjum. Vel gert hún. Það er ógeðslega skemmtilegt mót. Hún bæði vegi á metið fyrir að vera yngsti keppandi, eða þú veist, glíma milli 2 yngstu keppenda. Hún átti þátt í þeirri glímu. Ever á Íslandi. Ever. Ég er ekki hissa. Foreldrar hennar eru með smá pedigree. Mér finnst bara svo fyndið, hún sé ég er ekki hissa hún sé að glíma, sko. En ég svona sé hann og ég er bara svona, þú ert nú meiri snúllan. Já. Eitthvað svona, svo er hún bara eitthvað Armark! Nákvæmlega. Ég bara, já, kemur mér svona smá ávart hvað það var. Já, en svona, jiu-jitsu er svona sport, þú sérð svona algjörður dúllur, svo bara er þetta algjörður killarar. Já, ég til dæmis. Já, nákvæmlega. Gaman að því. Ég þetta var toppmót, ég var eitthvað neikvæð fyrir mótið, mér fannst 7500 kall eitthvað svo mikið og ég bara helvitis hækkun og eitthvað, en svo var þetta ekkert hækkun síðan síðast og eitthvað. Einu sem þetta mátti vera livestreami, ég sé ekki að vera livestreami. Þannig að þeir má mínum sér klattar fyrir að... Þeir hefði þetta samband við eitthvað svona fighting media company. Já, eða væri nú bara eitthvað svona fighting media company að núti. Hér á landi. Já, einmitt. En þeir gerðu það bara svo vel fyrst, sko. Þá held ég að það bara strengt í gegnum smoothkomb. Já. Og þá kemur bara
það koma niðurstöðum bara upp, Já. þú veist, bara hver vinnur og eitthvað, þetta bara, þú veist, það kemur svona smooth comp interface. Já. Þannig ég svona skil ekki alveg, skil þetta ekki alveg. Þannig, og á samskapi, þá finnst mér líka eins og dómararnir séu orðnir aðeins sjóvari. Dómararnir sem dæma í þessum mótum. Þannig að ég var í svo miklu neikvæðniskasti fyrir mótið og var bara eitthvað svona röfla mig sjálfur mér, sko. Og það var alltaf að vera eitthvað sem ég hef gegn dómurunum eftir mótið. Og ég bara, ég borga 7.500 krónur til að enda í einhvern dómarskandal, eitthvað, hérna. En mér finnst eins og allir dómararnir og hafi einhvern veginn verið með, sem bara komið með reynslu og aðeins svona einhvern veginn, með sitt aðeins meira á hreinu, sko. Þannig að það alltaf svona vaxtaverkir og tekur tíma, menn þurfa reynslu og svona, og mér líður svona eins og það sé svolítið komið og það sé minna af svona einhverjum svona punktum sem menn að benda á og eitthvað. Og ef maður eitthvað svona, heyrðu, þetta ekki, ég hann ekki fá stig fyrir takedown, þá koma það bara að svara þér og einhvern veginn með svona allt sitt á hreinu, sko. Þannig að eiga hrós skilið þar. Já. Og var þetta ekki bara besta þáttaka á bara glímumóti ef þeir á Íslandi eða allan á Íslandsmeistaramóti? Gæti verið, ef að ég gæti opnað afflýtsklukkan inn á Smoothcom, þá gæti ég svarað þér. Já, ég held að ég sá eitthvað Instagram post bara frá BUI, held ég, þar sem þeir voru eitthvað að dásama þessa þáttökuna? Já, en það var ógeðslega vel hefnað. Það var á góðum tíma. Það var í fyrra manni það var eitthvað sem fór úrskeiðis, þú veist, það kallið sjúkrabíl og svona veginn, skilur. Þannig að mótið tafðist rosalega. En það var rosalega gaman að mæta þarna bara einhvern veginn með svona viktaði sig bara, það var engin löngu röð, vikturinn gekk bara vel fyrir sig, ég mætti bara basically og það bara, já, ég stigu vikturinn, alltaf, ok, check, búin að vikta mig. Og svo held ég að verið, þú veist, kannski hálftíma senkun, hálftíma senkun á glímunu minni frá upphaflega planinu og svo gekk þetta bara ógeðslega smúð fyrir sig. Og ég var ekki bara búin í sturtu og búin að glíma og horfa á allt saman bara klukkan 2. Þannig að maður svona, já, þetta var hefði næst, sko. BJJ Iceland segja á Instagram að þetta hafi verið stærsta Íslandsmóti þessa og líklega fjölmennasta mót á landinu hingað til með vel yfir 200 keppendur skráð. Já, einmitt. Þarna vorum við bara making history. Gekka. Já, ég allan, ég veit ekki hvað þú veist að gera. Þú veist að dropa með einhver hunda. Já, einmitt. Og með glímusænin bara making history. Já, en þetta póstur frá BUI. Já, einhverja myndir hérna. Já, gekkja. Flotta myndir. Gekkja. Herru, við erum alveg að fara á gest í stúdíóið. Já, 25 myndir. 25, já, þannig að við erum eftir að ræða aðeins barðagarnars Kolbeins og svo UFC-ið í Macy Barber á móti Blansvíld. Ef við ekki snerta aðeins á Kolla. Kolli er bara að berjast næstu helgi. Við erum að fara að fljúga út á 50 deginum. Já. Og nýjustu sögur herma að við eigum að sjá streymið. Já, það er geggjað. Það er geggjað. Já. Þannig ég er náttúrulega, eins og ég gerir best, ég er að bara kúka á mig af spennu. Já, einmitt. Þannig gaman að bæta smá stressi og ná þetta. Já, einmitt, þetta er eitt af þessum ferðum, sko. Ég var líka bara eitthvað svona fyrir, þetta var svona, er ég fara að fljúga út sem blaðamaður eða ætla ég að fljúga út sem aðdáandi? Og ég bara, ég flýg alltaf bara út sem aðdáandi. Fyrst að þú vildi fara sem blaðamaður og eitthvað. Ég bara, gerum þetta bara hvernig þannig. Og svo bara, já, herru, þú ert að sjá streymið núna. Mér langar bara svo mikið bara að vera heima, drekka hvítvín, kveikja á Gossip Girl og svona, kannski skoða eitthvað svona how to make sushi á YouTube og bara svona, hvað þetta er eitthvað nöðalegt. Ég fæði þetta alltaf þegar ég, okkur býðst eitthvað svona að gera eitthvað svona stórt og nýtt og eitthvað. En þannig að, við erum alltaf að koma okkur út í eitthvað meira. Í ykkur villisvi. En Colli mætir Mike Lenis í Þýskalandi 31. Svaka bardagi. Og ég verð að segja, ég er bara að hitta Kolla núna reglulega það með hann í kampinu sinu og hann lítur ótrúlega vel út. Bara, þú veist, það einu sem er óþægt við þetta er hvað, þú veist, hvað teimið hans er confident, skilur, hvað þeir eru bara, já, Kolla lítur vel út og hann er tilbúinn og eitthvað svona, eins mikið tilbúinn og hann verður og Daði þjálfarinn hans er búinn að vera aðeins og svona, tjá sig svona sína hugmyndafræði og fyrir mér er hann, í mínu bókum er hann orðinn bara svona eitthvað svona heimsklassa þjálfari. Mér finnst að ég bara ógeðslega klár og náttúrulega Arnór sem kemur í stúdíóið á eftir er náttúrulega líka bara mjög klár, mjög fær boxþjálfari. Þannig ég held að það gæti orðið mjög skemmtileg viðburður. Já. Þannig að það verður að fylgjast með þessu inn á MMA-fréttum, inn á YouTube-inu þar og líklega inn á Vísi líka. Mér skilst að Vísi er alltaf að fá streymi hjá okkur lánað.
sem var mjög gaman, mjög gott blessa. Þannig að það það, en þetta held ég fyrsti andstæðingurinn í mjög langa tíma sem að Colli mætir, sem að Southpaw, sem örfendur. Já. Það býr til bara þessi ný vandamál og nýja flækjur, en Colli búinn að vera bara bergsveld bara alla örfenda menn sem hann finnur á landinu, pluss að flytja finnska fóland til landsins, Samui, og bara, krafturinn í höndunum á honum, hann þarf ekki, Colli ekki svona gauður sem þarf svo einhvern veginn svona að vænda upp. Hann getur alveg kýlt þig og sett kraft í höggin sín, en það samt bara smooth, bara bara töff, bara svona frjálst flæðandi einhvern veginn og svona, já, bara virkilega flott, bara vel gert, sko. Þannig að já. Ertu eitthvað búin að skoða eitthvað, ertu eitthvað búin að taka eitthvað tape-study á hann Mike Lennis? Já, ég er búin að horfa á eitt bardaga sem hann reyndi að tapa þig, sko, en það var búin að tapa bardaga? Mike Lennis? Já, hann horfði á eitt þar sem hann tapaði. What? Hann með 8-0 rekord á Hann boxaði. Ég var að horfa á einhvern amatörsbardaga hjá hann með það. Ég held að hann bóttanlega að tapa, sko. Já, ok, það hlýtur að hann 8-0 sem pro, 5 KO á boxrek. Ekki skoða rétt mann, eða Mike Lennis? Jú. Þetta hann myndir honum. Einnig mér sé búin að rannsaka einhvern vitleysan mann. Já. En, nei, Þú er búin að rannsaka Mikael Lennis. Já, en þú veist, ok, þessi gæði 8-0, 5 KO, en þú veist, hann ekkert búin að mæta einhverju gaurum. Þú veist, þannig að allir gaurarnir sem hann búin að vera að mæta með fleiri töpeldur en sigra, þú veist, nema síðast að mæta gaur sem var 4-1, þú veist, en fyrir þá hann að mæta gaur sem var 2-12, fattari. Og, þú veist, ég horfði á einhvern eitt barda hjá honum og mér fannst hann bara svona, þú veist, smá með hökunum uppi og droppar höndunum á mikið og veist, sá að hann var alveg betri en hinn gæinn var svona að pressa á hann og komast aðeins upp með smá hluti eitthvað. Þannig, sko, ég er með góða tilfinningu fyrir Kolla, sko, á móti þessum gæja. Ég líka, mér hlakka til að sjá hvernig stuðlunni verður á Coolbet. Já. Ég hugsa að ég svona... Já, húsið. Húsið? Já, ekki. Jú, ég er bara, mér er alltaf gaman að tippa á Kolla, sko. Við gerum það vissulega. Þó að flesti bardagar nú sýndir á mínigarnum, þá verður bardagarnas Kolli því miður ekki sýndir á mínigarnum af því að það er úrslitaleikur í meistaradeildinni á sama tíma. Skandall. Já, það er skandall. En það er samt dagskrá á mínigarnum. Ég skal segja, ég get ekki eins og sagt þér hvaða lið er að spila í þessum úrslitaleik. Nei, það er reyndar Inter PSG. Já, fyrir leikur. Já. Ekki besta leikurinn, svona. Inter voru þetta skemmtilegir. Inter voru rosa skemmtilegir. Ég horfði undir rauðasti fyrir mig nú. Já, sko í alvegni, ef að Mkhitaryan vinnur meistaradeildina með Inter, guð minn góður, sko, það væri rosalegt. En gaman, en já, en svo Kate Steele með Reykjavík MMA verður sýnt í mínigarnum og að Kolli verður ekki sýndur. Icebox líka og eitthvað. Mjög skemmtilegt. Já, erfitt að ætla að keppa við stærsta viðburði í vinsælustu íþrótt í heiminum. Já, það er svolítið erfitt. Þetta held ég en einn daginn, þegar Kolli, einn daginn verður bara, herru, svo við getum ekki verið með meistaratitilina, Kolli er að berjast, sko. Það verður hann einn daginn. Einmitt, einn daginn. Ég held bara stutt í það. Kolli Júsik Kolli Júsik. Rumble in the eitthvað. Rumble in the eitthvað. Það er rétt. Herri, en við fáum Arnór í podcastu eftir og við spurjum að spjörnum út í Kolla. Einmitt, fyrir dýbra í það. Það verður dýbra. Það er UFC Fight Night. Já. Við erum aðeins að snerta á því, bara svona létt og laggott. Formsatriði. En áður en við gerum það, þá ætlum við að minna á að ef þið langar að byrja að æfa bardaíþróttir, þá er Reykjavík MMA svarið, ný grunnnámskeið í hverju mánuði, allar upplýsingar inn á reykjavikmma.is, það er rfkmma.is. Þetta skrifa og byrja að æfa og viðaröða. Svo er það Unbroken, Real Time Recovery, frjálst fljótandi aminosýrur unnar úr norskum laxi. Þeir sem æfa mikið og æfa hart ættu ekki að hika við að prófa Unbroken. Ég sá Unbroken bjargaði lífi mínu eftir glímumóti. Já, ég trúi því bara vel, sko. Þú veist, þegar maður er svona búinn á því, þegar maður er svona gjörsamlega búinn á því, þá er þetta svo mikið hags, fattar við. Þetta bara bjarga manni, þetta er líflína. Já, þetta er það. Þetta er bara ógeðslega næst, sko. Ég veit ekki hversu oft ég verður bara, ei búinn, fæ mér sopa, bara ok, ég tek einu lóti við. Nákvæmlega, þetta er yndislegt, sko. Þetta er bara besta uppfinning sem að Sovétmenn hafa komið með í langan tíma, held ég bara. Þannig það, en það sem ég er svona ánægðast með, sko, það er rosalega fyndið,
ég hef aldrei keppt mikið í íþróttum, sko. Ég tapaði fyrst glimmunum minni á móti Ísaki og þá held ég að vera bara dotturinn í keppni, sko, það var bara búið. En ég var samt sáttur með mótið fyrir að hafa ekki sökkað og að halda orkustiginu og stressinu einhvern veginn í lagi. Þannig að það er einhvern veginn svona, þú veist hvað maður segja, maður svona, það er ótrúlega svona persónulegur stórsigur í því að keppa, að ná að halda, þú veist, að vera ekki að eyða of mikil orku eða eitthvað, að geta farið 4 lotur, en finnast maður samt geta farið lengra. Og ég þakka eiginlega Unbroken og Ynglingur svo mikið fyrir það. Já, okay. Svona einhvern veginn, þú veist, maður er bara í góðu standi, sko. Herru, en einn blandspíld á móti Macy Barber. Hvernig líst þér á þetta? Segðu mér nú að allt þetta eigi ekki að vera 5 lótur. Þetta á ekki að vera 5 lótur, það er engin ástæða að þessi bardagi sé 5 lótur. Við líðum þess að vera aldrei sagt þetta áður. Já, en þú veist, þetta er bara, þú veist, förum við ekki hætt þessu Apex dæmið það? Nei. Ég held að það komið tíma á, sko. En svona, viljum við hætta þessu eða? Það er komið tími til að hætta þessu. Þetta er búið að reschedula því. Nei. Ég held ekki, hann var eitthvað vísa vandamál, sko. Herru, hann berst 21. júní í staðinn á móti einhverjum Kóreu búa. Ok. Í Azerbaijan. Þú fílaði það? Já. Það er Hill Roundtree kvöldið. Erum við ekki að fara að sýna það á mínigarðinum? Það var á mínigarðinu, jú. Já, þá var Oban Elliot, það er spennandi, skemmtilegu gæði, sko. Já. Þannig það verður sýnt á mínigarðinu, við getum fjölmennu þar og tekið barlæðina, veit ég. Það verður fucking hella kvöld maður, Rafael Fischer á móti Ignacio Bahamondes og eitthvað, geggjað. Já. Það verður eitthvað sérstætt. Er ekki, en Hill fékk, það er, Roundtree er ekki lengur að berjast við Jamal Hill eða nokkuð á því kvöldi. Ha? Ekki? Nei, var ekki búið að stokka eitthvað upp. Var ekki Hill sem að dróð sig út barðanum. Er ég að rugla? Já, þetta er ennþá Tapology og ég meina Tapology bara updatear hluti bara svona, sko. Já, getur verið. En, ok, það er ekki að Oban Elliot fær pláss þar. Já, Trevin Giles dettur inn á það kvöld með short notice en Jeremy Wells dróð sig út barðanum. Já. Þannig að klassísku svona Trevin Giles svona, já, ég hopp inn, ekkert mál. En sko, ok, en þessi bardagi, þetta main event, af hverju, þú veist, hvað segir þetta main event okkur? Þetta er náttúrulega báða gellur sem að stefna á titilinn, þú veist, eru báðar á góðum aldri og þetta er alveg fínt stöðutsekk fyrir deildina og þú veist, þannig sé skemmtilegu bardagi en þú veist, á ekki að vera main event á neinum viðburði, fattar við. Nei. Skoðum aðeins deildina, Macy Barber nr. 5 og Erin Blanchfield nr. 4, þú veist, og Er það title contender? Nei, og það þú veist, við erum að tala hvort það sé Natalia Silva eða Weili Zhang sem fara í næsta. Svo er Manon Fiorot þarna. Þannig að þú veist, þetta er ekki, þú veist. Hún er alltaf nýbúin að tapa, sko. Manon Fiorot? Já, er þetta ekki í Jú. Já, í flæðinni. Já, hún tapaði móti Sisenko. Já. En þú veist, en hún er samt ennþá, ég myndi ennþá favora Manon Fiorot í næsta titilskot, að þú veist, á undan Erin Blanchfield og Macy Barber. Þannig að alveg sama hvernig þessi bardagi fer, þá ætti í þínu bóku Manon Fiorot. Kannski ætti bara sigurvegarinn úr þessum fætt að mæta Manon Fiorot, fattar þú? Það sigurvegarinn úr þessum er ekki fara beint í titil. Já. Það er góð leið til að leysa þessa stöðu þannig, sko. Já. Er ekki, en þú veist, Natalia Silva, er hún að fara í title fight? Annarkvort hún eða Weili Zhang. Já, náttúrulega ef Weili Zhang ákveður að fara niður, eða ákveður að fara upp sig, þá tekur hún mæntalega beint title fight. Þess að hún er bara að fara niður fyrir title fight. Má ekki bara vera þannig að sigurvegarinn úr Barber, Blanchfield, mæti Natalia Silva, sigurvegarinn þar. En ef Natalia Silva er ekki fyrir title shot, ættu þú ekki að setja saman Natalia Silva vs. Manon Fiorot fyrir alvörunni number 1 contender fight? Hvernig getur satt nei við þessari spurningu? Það er liggur svo hugum uppi. Ekki? Nei, hún er bara nýbúin að tapa. Hún er bara nýbúin að. Já, og þú veist, hún klúraði title shotinu sínu og þá fær hún barða á móti öðrum top contender til þess að reyna að vinna sér einn annað title shot. Ég myndi ekki spila þannig, ég myndi hleypa ykkur öðrum með, já.
Já. Ég myndi segja, þú veist, Erin Bransfield og Macy Barber berjast. Ok? Svo mætir Sigrún Þín, mætir Natalie Silva. Segjum það. Ok? Man Fírot mætir þeim sem tapar í þeim bardaga og vinnur sér þannig inn til þessu. Já. Þú veist, já. Það var alveg hægt að setja það saman þannig. Já, þannig að þú áttu að koma með, þú veist, einn titilbardaga, þú veist, á milli og Man Fírot þá eitthvað svona, þú veist, svona sigra hann eitthvað. Það allan að, þú veist, og svo Jasmín Jesúta Vicious að fara að blanda sér í þetta, þú veist, það alveg hlutir að gerast þarna í flyweight, sko. Já, slatti, sko. Þetta ógeðslega skemmtileg deild, sko. Mér finnst bara, Valentína Shevchenko svo erfið spurning, sko. Hún svo hrikalega svona góður aðgáta og bara fáir sem einhvern veginn geta að díla við hann, sko. Þó hún sé orðin gömul, sko. Hún bara eitthvað svona next level talent, sko. Já, algjörlega. Já, og greið, hún manna fyrir til bara neðbrotnaðningi á mótinni bara í fyrstu lóti eða eitthvað og allt ömurlegt. En hún hafði til að gera alltaf við mann. En Macy Barber náttúrulega á sko búin að standa sig hrikalega vel, búin að vera bara on a tear, en samt ekki búin að mæta skilur sama leveli af competition og Erin Bransfield. Þannig að competitionlega séð, þú veist, Erin Bransfield búin að mæta Rose Namajunas, hún búin að mæta Man Fírot og allan þeim tími sem svona, þú veist, það svona topp bardaðarnir hennar. Mér veist, þú veist, Macy Barber ekki búin að vera þar og hún þurfti að draga sér úr bardaðanum á móti Rose eða ekki vegna meiðsla. Macy Barber? Já. Ég bara manna það ekki. Jú, Barber withdrew second apology. Þannig að ef ég ætti að giska... Hún komið tilbaka eftir meiðsli. Hún komið tilbaka eftir meiðsli, ekki búin að vera að mæta svona sama competitioni og Bransfield. Þannig að þó ég sé mikill Macy Barber maður að þá svona ég svona farin að hallast að Erin Bransfield. Já, einmitt alltaf að vera mikill Erin Bransfield maður. Það ekki meiri Erin Bransfield. Heldur Macy Barber? Já. Ég búin að vera svo heillar af Macy Barber af því hún búin að standa svo geðað til. Hún þú veist tekur Jessica Ai unanimous decision, Andrea Lee reyndar split decision, tekur Amanda Ripa svo klára með ground and pound, Caitlin Kerminara unanimous decision, manni reyndar ekki hver held ekki jú, sem að hét Caitlin Shugekian eða eitthvað. Takk fyrir að skipta nafn og rugla mér í mínu. Já. Þannig að bara svona solid sigra, sko. Og Bransfield náttúrulega bara mjög góð í sínu skilur, en þú veist einhvern veginn alltaf okkur veginn, mér finnst það auðveldara að svona finna út úr því hvað Erin Bransfield ætlar að gera, þú veist hvað hún ætlar að gera. Hún að fara að klinsa þau búri og grænda þau út og eitthvað svona dót, sko. Þannig að svona auðveldara að prepara. En ef ég væri Erin Bransfield, þá væri ég búinn að taka til strækingunum mínu eftir tapið gegn Man Fírot. Ég væri bara, þú veist, alveg svolítið síðan hún barðist. Ég væri nóvember 2004. Ég væri búinn að taka mig bara allt strækingið mitt í gegn. Barðist gegn Rose Namajunas eftir tapið, ég man ekki nákvæmlega hvernig sá barða eftir þróaðast. En ég myndi vilja sko, ég ætla að horfa á þann barða eftir og ef að strækingin hennar betra heldur en það var á móti Man Fírot, þá get ég sagt með vissu, svona nokkuð viss að Erin Bransfield vinnur hann barða. Já. Þú varst að hafa ágjörð meðslum hjá Macy Barber. Og Macy Barber sko fekk einhverja sýkingu eitthvað og þurfti að vera 9 daga á spítal og var bara í lífshættu, sko. Í alvörunni? Já. Það fór alveg fram í mér. Þú veist, þetta alveg meira en ár síðan, sko. Þetta var í apríl í fyrra. Já. Þá voru hún að svona opna sig þetta, sko. Já, áhugavert. Og svo náttúrulega, þú veist, fer hún, þú veist, ætlar hún að fara inn á bardaga á móti Rose. En þú veist, þetta alltaf undan því, sko. Þannig að mögulega hefði þetta haft áhrif þá. Þú veist, en hún hlýtur að vera búin að jafna sig á þessu núna. Já, jú. Eða ekki. En hún hélt bara að maður deyja, sko. Veitu, Macy Barber þá? Já, Macy Barber. Undan barnaðinum gegn Rose? Já, sem hún kansaði. Já, ég skilji. En já, hún hefur verið eitthvað svaka veik, hana. Já. Mér sýnist veðbankarnir svona túlkað á svipuðum rútum ég. Ætla hún að segja Coolbet 1.48. Það svona 1.5 á Erin Bransfield. Já, ég skil það, sko. Já, ég skil það. Ég hugsi ég hamraði það samt. Já. Hammer it. Nákvæmlega einn, sko. Þú með eitthvað spekið þannig að bara það?
annað en þetta hvað er 5 minútur betur Nei, ég bara svo sem hlakkar til að sjá hana bara það, sko. Já. Það verður bara gott svona stöðutsjekk. Ég held að, ég hef á tilfinninguna Blansvill tekið það, sko. Já. Hún ég held hún ná henni niður og þú veist, hún ná ekki söppana, þá held ég að hún kannski með sér bara eftir að eða á miklu tíma á bakinu til að vinna bara það annars stöðum. Já, ég skilji. Já, hún er líka sko, ef ég man rétt, það var barndaginn hennar Barber móti Andrew Lee, það var mjög vafasamt splitt í síðan. Já, Það var eiginlega, við höfum kallað það robbery í þættinum. Já, ok, ég man ekki til. Þannig að þetta hefur verið svona tæft hjá Barber sko. Einmitt. Þannig að þannig það. En við fáum svo Matthäus Gamrot á móti Ludwig Klein. Já, það er alveg Það er fætt ágætis main event. Það er Já, co-main event. já, main event, seg. Já. Af hverju þeir samt ekki bara main event? Það var bara, þú veist, gender equality. Gefa konunum eitt main event, fattur ég? Ég held að sé bara hvað hann er, sko. Já, það getur verið. Soundjokes. Þú veist það ekki, það er að fylla einhvern kvóta, fattur ég? Ekki? Ég held að það er svona IGM, Apexið maður eitthvað, þú veist. Já. Það er eitthvað kvöld sem öllum er drullu saman Kolli er að berjast í Þýskalandi við þurfum ekkert að spá í Við þurfum ekki að spá í þessu Kolli er búin að stela sjóinu Já. En þetta er svona svipuð saga, þú veist Matthäus Gamrot er búin að berjast miklu hærra leveli heldur en Ludwig Klein Já. Þannig að hann er alveg góð að sigra Já, hann með sigur yfir Bahamonde, sko. Já, þú veist, 2003, þú veist, mann ekki að það hafi reynslutap, sko En þú veist, en það er eftir A.G. Cunningham, Diego Moises sem er svona lítið gert og svo Roosevelt Roberts Af hvernig berjast með Roosevelt Roberts sem bara eitthvað datt út úr UFC, vann sér tilbaka gegn Tuff og mætir svo mætir Var hann ekki í Conor Tuff-seríunni? Jú, Já. sem var ruggluð serja það var speslæmið maður og meðan Gamrot með sigur yfir Arman Sarukyan, Jalen Tölner, Rafael Fissiev, Rafael Dos Anjos þú veist, bara Það er bara contender, sko. Já. hann er alltaf verið í svona contender umræðin sko. Já, einmitt. Svona... Og ég held hann sé alveg svona, þú veist, hann er alveg svona gæi sem að, þú veist, hini görðin á toppnum, þeim langar ekkert að taka sensin á mótunum, sko. Ég held hann sé alveg svona gæi sem að er örugglega smá erfitt að fá fæta á háu stígi, af því að hann er það hættulegur án þess að vera, þú veist, það stórt nafn í þessari deild, fattar þú? Ludwig Klein þá? Já. Ég hugsaði þessi rétt hjá, sko, það er svona ágætlega velmetið. Þannig svona, já, nokkuð velmetið hefur það held ég. Þannig að, en ég verð nú eiginlega að gefa þetta á Gamrot svona, bara glímitilburð og svona, en ég ætla svona, það er ríkapa á sig. Sjá hvað skemmtilegt, eða svona, hvort að ég þurfa að skoða eitthvað betur áður en ég kannski tippa á þetta. En annars er nú svona, ef við stiklum að þessu stóru, áður en Arnór kemur í stúdíóið, það er Justin Jacoby þarna, sem er svona, alltaf skemmtilegur kickboxari. Caitlin Vieira, Macy Jason, þetta er alveg svona ágætis kvennabardagi, sko. Já, þetta er alltaf lagi fætt, sko. Af því að Macy Jason hefur litið bara ógeðslega vel út. Og meðan Caitlin Vieira hefur svona, já, ekki alveg verið svona... Já, hún var alltaf bara mætti Kayla Harrison síðast og þú veist, síðast tap fyrir það var Raquel Pennington, þú veist, sem var þarna champ í smástund. Já. Svo þú veist, Kurt Holobaugh komin aftur og eitthvað, það er svona eitt og annað, en... Já, Kurt Holobaugh er á þessu karti? Já. Já, ok. Og það er nú alltaf fætt, sko. Akkur finn ég hann ekki á þessu karti? Hvað? Hann er á næst síðast í prílimsk móti Jordan Levitt. Já. Það er nú alltaf fætt í sjálfum sig, sko. Já. Það er bara gaman. Hjarta í honum. Svo er þessi hérna Andreas Gustafsson. Þetta er gauð sem var að koma í gegn Contender Series. Já. Og Luke er alveg hefi í víalegur og þú veist, Luke er líka alveg bara góður, sko. Þannig að það verður spennandi, hann er svíi, frænd okkar. Já. Þannig að segja eitthvað, skildur honum Alexander Gustafsson? Örugglega ekki. Annars var örugglega búin að heyra sko. En þessi gæi, þú veist, hann er alveg, já, ég sá hann hérna bara það hans í Contender Series og ég er alveg svolítið spennt fyrir hann, sko. Ok. Hann vann það í round 2 sigur, knees to the head. Já. Og hann er alveg með, já, þetta er allt bara einhver finishes á rekordinu, sko, basically. Það er spennandi. Ef ég þekki Apex rétt, þá öll svona leiðinleg, þau Apex-körð sem að lúka svona,
verði það svo bara gegg. Já, það getur alveg gerst, sko. Það alltaf þannig. Ég veit ekki hvað svo oft ég mætti vera saman í mikrofónu og svona, af hverju þessi partæk svona, þetta umrætt Apex stutundu, svo það bara eitthvað geðveikt. Já, nákvæmlega. Já, fyrir Fíló þarna. Hann ágætur, sko, það alveg eitthvað þarna. Það eitthvað þarna, bara fyrir það sem nördast, sko. Já, einmitt. Þannig að það gaman á því. En ég ætla sem ekkert fjölyrða þetta umræði Apex kart, eitthvað mikið meira. Nei, það engin ástæða til þess. Nei, við ætlum bara að fá okkur kaffi og fara að taka móti Arnóri sem næstur inn í stúdíóið. Ég vil náttúrulega bara þakka öllum fyrir að hlusta og fyrir að vera með ykkur live. Það voru heilir 5 sem voru með ykkur live. Geggjað, Já, með average 10 mínúta hlustantíma. Ok, það bara flott maður. Það bara flott, það bara gaman. Voru einhver komment eða? Nei, engin komment. Við verðum að kommenta eitthvað skoðun maður, við þurfum að geta Já, það má alltaf senda inn svo spurningar, sko. Þess vegna erum við live til þess að geta tekið inn svo spurningum. Það má líka bara segja, þú veist, eitthvað óeigandi eða... Já, við viljum eitthvað... Bara, eða viljum trolla. Viljum bara eitthvað air out, bara eitthvað svona... Já, nákvæmlega. Sko, eða kannski bara... Svo móta líka alltaf verða svona, hjónaráðgjafa þáttur. Já. Kannski bara... Við svörum hverju sem Já, kallinn kannski neitar að vaska upp. Já, einmitt. Við getum alveg leyst það. Já, við getum bara skorið úr svona vafamáli í hjónaböndum. Já. Flest má leysa með renegade choke. Já, fara bara svo. Nákvæmlega. Herri, en takk alltaf fyrir að hlusta. Þetta var vantilega fyrir þátturinn í þessari viku. Ætli það ekki. En við fáum næst Arnór Már Grímsson sem náttúrulega nefnilega þjálfari upp í HFH. Sambýlismaður minn. Hann náttúrulega yfirþjálfari í nefnilega félagi Hafnarfjarðar. Og átti náttúrulega bara stórglæsilega fyrir sjálfur og var bara mjög náttúrulega til að fara pró á sínum tíma. Tók grimmar æfingabúðir á sínum tíma í Bandaríkjunum og var rosalega góður. Íslandsmeistari og margt skemmtilegt. Íslandsmeistari í 2 þyngdarflokkum. Jú. Og barðastinn sem boksaðinn sem við Bjarki Pálsson. Þegar Bjarki var Arnór hefur gert margt, sko. Já, hann komast til botns í öllu sem hann hefur gert. Já, nákvæmlega. Þannig að ég held að það verði bara hrikalega skemmtilegt. Þannig að þið bara fylgist með næsta þætti og spjöllum að þetta við Arnór. Það ekki bara? Yes, sir. Herru, takk aðeins að hlusta og við sjáum